Biblían kennir okkur að það eigi að vera eining milli kristinna manna. En hvers vegna þá svona mikill klofningur í kirkjunni allstaðar? Það að segja ef litið á kirkjuna sem heild. Við getum alltaf byrjað á því að skoða það sem segir okkur það að eigi að vera eining í kirkjunni. Og þá kannski eðlilegast að byrja í Jóhannesarguðspjalli í 17. kafla þar sem við getum lesið bæn Jesú Krists í Getsemani garðinum áður en hann leiddur til krossfestingar. Þar biður hann fyrir öllum þeim sem munu trúa á hann, hvort sem það á þeim tíma eða í framtíðinni, og hann biður svona að allir séu þeir eitt, eins og þú, Faðir, ert í mér og ég í þér, svo séu þeir einnig í okkur til þess að heimurinn trúi að þú hefur sendt mig. Páll postuli skrifar í Efesusbréfinu að það sé ein trú, ein skírn og einn Guð og Faðir allra sem yfir öllum, með öllum og í öllum. Eins skrifar Páll postuli einingu trúaðra að hún eigi að vera eins og limir á líkama. Eins og líkaminn ein heild og ein eining, þannig eigi líka trúaðir að vera ein eining og undir einu höfði sem Kristur. En þegar Biblía notar svona mörg falleg orðum einingu trúaðra, hvernig stendur þá á því að kirkjan eins klofin eins og hún að einn segir eitt og annað segir annað, eitt sýnist hinum og annað sýnist hinum? Hvernig stendur á þessu? Nú, Biblían hefur líka svar við því og svarið í rauninni einfalt, það svo einfalt að það eitt orð. Og svarið synd, það synd sem klýfur kirkjuna og skapar klofning manna á milli. Í kirkjunni kemur þetta sérstaklega fram í þeirri synd sem villukenning. Villukenning, það að kenna gagnvart orðið Guðs og kenna eitthvað annað en það sem Guðs orð kennir, það synd. Og Biblían kennir okkur á mörgum stöðum að halda okkur frá falsbámunum og villukennurum og að þola þá ekki, heldur að hafa ekkert samband við þá sem að kenna gegn Biblíunni. Það getur til dæmis verið það að kenna að það megi tilbiðja aðra guði eða að hafa umburðarlyndi með því. Nú, það getur verið það að kenna að syndir sé ekki syndir, að sé í lagi að syndga og Guð mun nú fyrirgefa samt hvort sem þannig að það bara genum sem manni sýnist. Allt þetta eru villukenningar. Eins getur það líka verið villulifnaður, það að segja að ekki það að falla í synd og hrasa og gera sem rangt, heldur það að þrjóskast við og vilja ekki snúa við blaðinu, heldur að halda sínu fram og segja, já, ég gerir bara eins og mér sýnist. Það líka veldur klofningi, en það segir Biblían okkur það að söfnuðurinn eigi að halda sig frá svoleiðis fólki sem vill bara halda sínu fram og ekki beygja sig undir orð Guðs. Þannig að það syndin sem veldur klofningnum. Það syndin sem veldur villukenningu og svarið við því réttkenning og það að játa saman sína sameiginlegu trú. Fyrst að það trúin sem sameiginleg, þá það líka sameiginleg trúarjátning sem svarið við villukenningu og svarið við klofningnum. Þannig ættu kirkjur líka að vinna saman að finna sameiginlega trúarjátningu, að finna trúna saman. Það eitt sem maður þarf að nefna líka að lokum, það það að eitt af því sem skapar eða eyðileggur eininguna í kirkjunni, það tilraunir til þess að skapa einingu sem ekki raunveruleg eining. Það til dæmis það að segja við skulum bara taka allt það sem greinir okkur á og setja það til hliðar og síðan leggja áherslu á það litla sem við erum sammála halda til dæmis sameiginlega guðsþjónustur í yfirskinni þess að eining sé til þegar hún ekki til. Þetta gæti gengið svo langt að maður vildi hafa sameiginlega bæna guðsþjónustu til dæmis með múslimum eða búddistum og segja við höfum nú trúna sameiginlega, en það ekki rétt. Það engin sameiginlega trú ef maður trúir ekki á sama Guð og sama Krist sem dáinn fyrir alla menn. Þannig að það þetta sem ástæðan fyrir því að það klofningur í kirkjunni. Það einfaldlega syndin og hún kemur fram með mörgum móti, bæði í mismunandi kenningum og í villukenningum og í röngum lifnaði, þar að segja
í lífi sem að ekki kannast við Krist.